Heill og sæll kæri hlustandi og takk fyrir að hlusta. Ég meina það. Frá mínum dýpstu hjartarótum takk. Þú ert nefnilega að gefa þér dýrmætan tíma fyrir þig. Tíma til þess að auka þekkingu þína og auka víðsýni. Að því á endanum þá áttum við okkur nefnilega öll á því að það erum við sem berum ábyrgð á eigin heilsu, engin annar. Og leið langar mig svo að þakka sérstaklega fyrir geggjaðar viðtökur við síðasta þætti heilsueflandi vinnustað og ef þú átt eftir að hlusta þann þátt þá hvet ég til þess að gera það hið snarasta. Sérstaklega ef þú ert stjórnandi þá hvet ég til þess að hlusta og skoða heilsueflandi.is líka hvernig þú getur gert þinn vinnustað að heilsueflandi vinnustað. Mig langar líka að minna á það að ég hef kennt ungbarnasund í bráðum 19 ár og með námskeið fyrir börn frá 3 mánaða til 2,5 árs í Suðurbæjarlaug í Hafnarfirði, alla þriðjudaga. Námskeiðin hefjast á það bil 6 til 7 vikna fresti og allar nánari upplýsingar getur fundið á heimasíðunni minni, ungbarnasund.erlu.is, þó þú finnir ýmislegt líka á heilsuerlu.is. Mig grunar líka að margir gerir sér ekki alveg grein fyrir þeirri vinnu sem er á bakvið hvert þátt. Ég hef varið alveg ótal klukkustundum í gerð þessara þátta og ég sé ekki eftir 1 mínútu. Ég er virkilega þakklátt þeim samstarfsaðilum sem standa þéttu bakið á mér og þeim fyrirtækjum sem gera mig kleift að búa til nýtt efni. Því að ég einfaldlega elska að fá að gera þessa þætti. En það eru fyrirtæki Netto, Heilsuhillan, Spíran og Virkja. Gestur minn í dag er Úlfar Jón Andrésson eða Úlfar from Iceland og við hefum nú bara aðeins heist einu sinni áður og það var þegar ég fór með vinkonum mínum í óvissuferð síðasta haust hjá Iceland Activities sem er fyrirtæki sem hann er með á samt foreldrum sínum, það ekki rétt hjá mér? Það er rétt. Já, og sko ég heillaðist bara af frásögnum þínum og þessum lífstíl og ég vildi bara fleiri myndi fá að heyra þessi sögur þínur ævintýrin og lifnarætti og fleira því að mér finnst þú bara mjög áhugaverður maður. Takk fyrir það. Þannig að hingað ert þú komin, takk kærlega fyrir, ég spurði þig bara á staðnum, það kom bara, ég hlustaði bara einsæðum mitt og þú sagði bara já. Já. Og hér erum við komin. Bara takk fyrir að fá mig og bara virkilega skemmtileg ferð sem við fórum í og virkilega skemmtileg hópur sem þú ert partur af. Hlaupa, lyfta, leika. Já, bara mjög áhugavert og bara heiður að koma og takk fyrir að fá mig og eins og segi, ég heiti Úlfar og er frá Hveragerði. Já. Og er 36 ára gamall og á 2 börn og æðislega konu og stóra og góða fjölskyldu, við erum mjög samheldinn og erum rauninni bara að starfa við það í dag, þar sem við gerðum í gamla daga. Já. Þannig að ferðinar mínar í æsku eru ferðinar sem ég býð upp á í dag. Enda ásamlegt og einmitt og ég var svolítið til að heyra bara kannski þitt uppeldi þá. Hvernig finnst það hefur mótað þig svona mikið? Já, ég er sem sagt alin upp í Hveragerði og fæddur á alin og rauninni bara fæðist inn í það líf sem ég lifi í dag og voru mikið í hestum þegar ég fæðist og líka í jeppamennsku, pabbi og mamma og skíðum, voru mikil skíðafjölskylda en svo sem sagt þegar ég er 30 ára þá byrjar pabbi minn að hjóla og fjallahjóla og svo þegar ég er 6 ára þá taka mamma og pabbi ákvörðunum að selja og gefa alla hestana okkar og við förum bara alfarið yfir í fjallahjólumennskuna og sama tíma er ég að byrja í íshokkí í Reykjavík. Hvað ertu þá gamall? 6 ára. 6 ára, já. 1994 og þá sem sagt keyra mamma pabbi mér á allar æfingar í Reykjavík sama hvernig veðrið var og stundum tóku alveg upp í 3 tíma aðra leið að fara á æfingu út af veðri það var aldrei hætt við æfingu út af veðri. Hvað var stæfa oft í viku? Svona 3 svar cirka og sem fór alveg upp í 4-5 sinni ég var eldri og og svo þegar systir mín byrjaði að æfa listskauta og hún sem sagt þegar hún fekk bílprófið þá tók hún við að mamma og pappa keyra mig svolítið og en sem sagt
Já, við hefum bara verið rosalega aktív fjölskylda og svo frá 6 ára til 12 ára aldurs þá tókum við svolítið, á hverju sumri tókum við nokkrar ferðir á sumri aðalega og tókum fjallvöluferð kannski 4-5 nætur, alveg niður 3 ár. Já, gistuðu þá í tjöldum? Já, tókum allt með okkur og og tókum svolítið hengilsvæði og skverjum það, fórum svo vestur og víður um landið og ferðir í dag sem ég gæti alveg hjóla einu degi en þá vorum við náttúrulega með þung og mikil hjól og mikinn farangur þó ég held að ég og systir minn hafi nú ekki verið með það þingsta en þó töskunum voru stórar og við sem sagt gerðum ferðinar sem við erum að gera í dag, þær urðu til þarna og svo þegar ég 12 ára gamall þá fær pabbi sem sagt hugmyndina að stafna fyrirtæki í kringum þetta. En svo líða alveg 10 ár, eða líða 5 ár þannig til mamma og pabbi kaupa hjól fyrir fyrirtækið, við ætlum að vera hjólafyrirtæki bara. Og svo stofnum við ekki fyrirtæki fyrir 2010. Já, ok. 5 ár hjólum, við áttum alveg slatta hjólum inn í bílskur, búin að rekfalla og þá hefjum við fyrirtækja ferðina. Einmitt, já, við vinkonuna fórum einmitt í svona, þetta var bara fyrsta skipt sem ég prófaði rafmagns fjallahjól, það var hrikalega skemmtilegt. Það geta farið einmitt upp einhver svona fjöll án þess að vera alveg, já, bara kósveittur eða reiða það eða. Þetta er æðislegt og þetta líka, þetta er bara, maður fær svo, maður getur notið þessi miklu meira og getur farið miklu lengra og getur farið miklu meira og saman hvernig veðrið er og fólk sem er kannski ekki vant að hjóla þá þegar þrekið fer að segja til sín þá ertu ennþá með að því út rafmagninu þá getur þú farið miklu lengur, þú ert ekki að loka heilan eins fljótt þannig að þú getur notið þess miklu lengur. Ja. En mér finnst líka bara svo gaman sko þegar við erum svo ólíkar í þessum hóp en gátum allar verið með þegar maður nota bara mismöndi gír eða hvað sem heitir að mismöndi mikið rafmagn. Já, og semir slökkur bara á þessu og hjóla þannig en semir eru með því mesta. Já, sem bara allt í góðu. Já, það er svona verið svo skemmtilegt. Mér langar að taka smá pásu til þess að þakka mínum diggu samstarfsaðilum og minna á að nú eru síðustu dagar heilsu og lífstilsdaga í Nettó og ég hvet þig til þess að nýta þér öll frábæru tilboðin sem eru í gangi. Ég sjálf mæli heiklust með öllum vörunum frá Englamark. Þær eru lífrænar og umhverfisvænar. Af því að það sem er gott fyrir umhverfið er oft gott fyrir okkur og öfugt. Heilsublað heilsuhillunar kom út fyrir ekki svo lengu og vá hvað það er veglegt og flott. Þar má finna mikið af góðu efni og fróðleik, þar á meðal stutt að grein eftir mig. Einnig er þar áhugavert viðtal við Heklu Guðmundsdóttur vinkonu mína, sem var einmitt hér í viðtali í þætti númer 5. Viðtali er Digest Gold meltingar ensímið, en hún hefur nefnilega langa reynslu af vandamálum tengdu meltingu og þetta er bara það er fátt sem hefur virkað og fátt sem hefur virkað jafn vel og að taka þessi meltingarensímin og hún segist nú loksins geta leyft sér að borða mat sem hún áður forðaðist í félagslegum aðstæðum og það er nú heldur betur aukin lífsgæði. Á Spírunni er í boði brunch allar helgar frá klukkan 11 til 3 og börn frá 6 til 12 ára aldri þau greiða bara hálft gjald og yngri börn ekki neitt. Þið verðið bara að prófa. Sjáumst í brunch á Spírunni. Að lokum langar mig svo að nefna Virkja. Ertu ekki alveg örugglega búin að kíkja inn á virkja.is og kynna þér nám í markþjálfun eða fylgja Virkja á Instagram? Af því að hún Laufey Haraldsdóttir, eigandi Virkja, er reglulega með dásamlegar hugvekjur í story á Instagraminu þeirra. En sko þeir sem hafa fylgst með þér á Instagram, þeir sjá að þú ert algjör ævintýramaður. Og það sem mér finnst svo fallegt er að börnin eru svo mikið með. Já. Fannst þér sko, ef ég bara byrja því, hvernig var það að verða pabbi? Hverju breytti það? Það var æðislegt. Það breytti svo sem ekki miklu að því að bara uppeldi mitt, ég er alin upp við það að mamma og pabbi taka mig og systir mína með í allt sem þau gera, alveg þangað til ég er 22 ára gamall. Og bara sama hvað þið gera, það er alltaf, við fáum alltaf að fara með og það er ekki, og svo þannig þegar ég eignast börn þá svona þegar ég er búin að ákveða að börnin gera allt svo framalega sem er örugt en auðvitað breytti það þannig að ég var ekki að fara eins mikið að brimbretti og kannski þurfti að velja hvernig ég fór í erfiðari fjallhjólaferðir á kvöldin og svona
að því mér finnst rosalega leiðilegt að skilja börnin eftir ef ég að fara eitthvað svona frí. Já. Þannig að við reyndum að taka bara börnin, það engin afsökun með veður og annað og líka það að við reyndum í 5 ára eignast fyrsta barnið okkar og tók rosalega langa tíma og fengum hjálp og þannig við vorum búin að undirbúa okkur vel, við áttum rosalega mikið af búnaði, ég keypti brimbrettagalla fyrir dóttur mína 4 árum áður fættist minni mig og en svo undir lokin vorum við næst ég bara búin að afskrifa það að við erum foreldrar en þá ætlum við bara njóta frændsystkinanna og og leika með þeim en svo fengum við dóttir okkar og núna erum við komið með annan son líka. Yndislegt. Hvað eru þau gömul í dag? Þau eru 5 og að vera 2. 5 og að vera 2, já. Einmitt. Mér fannst áhugaverð sagan sem þú sagðir af þegar þú varst að gista í Helli og barnið ekki bara hún var 2,5 mánaða? Nei, 2,5 ára. 2,5 ára, já. Sem sagt, við vorum, sem sagt, það var mánuð eftir að strákunum fæðist. Já, það var þessi sem hugsaði mánaða. Já, hann var nýfættur. Já, hann var nýfættur. Og og svo eru bara kjörast, það eru dóttir mín sem sagt, mammenar reyndi að fara með henni í Hellin þegar hún var, held ég, 2 mánaða, 3 mánaða. En dóttir mín hefur alltaf verið rosalega hrædd í Hellum. Þannig að við vorum búin að reyna að fara með henni í Hella, en við fyrir bara alltaf með henni rétt inn í myrkrið og svo þegar hún fór að gráta eða sagðist ekki vilja meira, það bara fyrir alltaf út. Og þannig að það var búin að taka svolítið langa tíma að leyfa hann að fá smjörþefin af Hellunum. Og daginn áður, þá ég að fara með pappa mínum og förum í einn hellin hana, þurfum að grafa okkur onni og tekur hálftíma að grafa okkur onni, þurfum að finna hellin með GPS og svo slætum við onni í hellin og hundurinn með okkur og rosa gaman og dóttir mín bara elskar hellin allt í einu, bara ég held að sé svona út af því að það var svo mikið ís í hellinum, þannig að hún var bara borðandi ís allir leiðin gegnum hellin, þannig að ég ákvaðan þetta eiginlega kjörið tækifæri til að fara með hana og gist í hellinum, taka þetta alla leið og kona mín náttúrulega var nýbúin með keisara, þannig að hún var ekki möguleiki að fara með hana með og ekki með mánaði gamalt barn heldur. Og þannig að við förum hana 2 og daginn eftir búin að fenni yfir öll götin og við þurfum að nota GPS aftur til að finna gatið, gröfum okkur onni og dóttir mín alveg alsæl að fara inn í hóluna eins og hann kallaði það og við förum hann inn og fáum okkur heitt kakó og svo bara við komum klukkutíma eftir áallin samt, þannig að ég gleyma að senda konunni minni skilaboð það. Já, og við förum hann inn og finnum kósí stað og búum til svona svæði til þess að sofa og svo svona smá, svona mildur snjóstormur upp á yfirborðinu þegar við erum að gista og onni í hellinum algjör kyrrð og þetta bara æðislegt að vera. Verður þið ekkert vör við hennan? Nei, þú heyrir ekkert, það getur verið bara versti snjóstormur, söguna getur verið á yfirborðinu og þú veist ekkert en auðvitað er ég búin að kanna viðspuna þannig ég veit svona sirka hvernig veður á að þróast en og svo bara svona jafnt og þjátt fendi svona smá yfir hóluna og svo þegar við vöknum þá fengum við okkur kjötsúpu í morgunmat og dönsuðum smá, við höfum alltaf síðan og fættist, þá höfum við alltaf haft svona þema að dansa og hafa gaman þegar við vöknum á svona húsbíl, fjallahúsbíl sem við höfum verið að gista með henni líka alveg niður í -15 gráðum og búið upp á fjalli og skauta og skíða og alls konar og svo sem sagt gröfum okkur aftur út og ringjum með mömmunar og segjum við sem heila húfi af því það er ekkert samband náttúrulega onni í hellinu? Nei, ekkert samband og svo við erum náttúrulega þess að ég sýndi vídeo frá þessu á Instagram og þannig en ég náttúrulega ekkert langt frá gatinu þannig að þetta alveg rosalega örugt og ég er með rosalega mikið búna og þannig með mér og við erum með jöklapoka og það alltaf 0 gráður í hellinum, -1 til +1 í hellinum. Ok, þannig að það ekkert svo rosalega kalt eða svona... Það er kalt þegar hún stoppar og þarf að vera í jöklapoka sérstaklega með svona barn og það þarf líka að vera búin aðtöku hvort að barnið haldist í svefnpokunum þannig við erum alveg búin að prófa það vel áður í húsbílnum og drepa hitanum í húsbílnum og gista gegnum kalda nætur og hún stóðst prófin. En er eitthvað undirlag undir ykkur? Já, ég set einangrun og teppi til þess að líka sprengi ekki dýn og hellirinn er svo rosalega grófur og svo ótrúlega þægilegt að vera með 2,5 barn í þessu því hún var ennþá með bleiu þá og þá náttúrulega fór bara allt í bleiuna og ég gæti skipta á hennu og þannig. Það er aðeins erfiðir í dag en það er hægt, þá er ég bara með meiri útbúnað því að maður skilur ekkert eftir í hellinum. Verður ef þið ætlar að koma aftur? Já, en svo þessi hellir er með A til B útgönguleið
þannig að það að meðan götin eru ekki alveg fulllokuð, þá alltaf smá gegnumtrekkur, þannig að það alltaf rosalega gott súrefnarflæði í þessum helli. Okay. Og ég valdi hann líka út frá því svolítið. Já. Ég hef gist í öðrum hellum sem mun verra súrefnarflæði, en ég fer kannski ekki með börnin mín þá strax. En það svolítið gaman eftir þessa ferð, þá fekk kona mín bréf frá barnaverndarnefnd. Og í því var sagt að maðurinn þinn var tilkynntur fyrir að stofna barnið þín í hættu og en okkur fannst ekkert athugavert við þetta, haldið áfram, en við þurfum að láta ykkur vita og manneskjan óskar að vera halda nafnleynd og þetta svona fann fyrir blendum tilfinningum að sjá þetta bréfa því að ég ger ekkert nema þessi örugt fyrir barnið mitt, en auðvitað lúkkar þetta rosalega skeri óhugnalegt, þannig að ég skil alveg að fólk fá að, eins og ég er náttúrulega að fara með fólki í svona aðstæður nánast annarkvæm dag á vetrunarstundum og oft þegar ég fer með fólk í brjálunarstormi þá fyrir við kannski klukkutíma ofan í gatið, tökur hálftíma að móka okkur onni, við getum ekki heyrt í hvort stöður að brjála róka við yfirbörnu og allir alveg frostið að bíti í kinnar og allt og heyri enginn inn einum, svo gref ég litla hólu við mjögumstokk til að taka babkona af til þess að komast í gennum gatið og og fólk svolítið hrætt af frá henni, en svo þegar maður kemur onni þá kemur maður inn í svona geimi og hræðslan svona fjarar út og svo kannski erum við klukkutíma, 2 klukkutíma onni í hellinum, svo þegar kemur því að fara gegnum, kannski erum við að fara gegnum sama gat aftur, þá þurfum við að móka okkur út og tegur kannski hálftíma að móka okkur út aftur og það er alltaf miklu auðvöldra að móka þessu út heldur inn og fólk er alltaf rosalega svona, ekki allir en margir eru rosalega svona smá smeykir og eru að tóa í úlpuna minna spyrja hvort þið komist ekki örugglega út og ég er búin að gera þetta oft að ég er eiginlega aldrei hræddur, en þegar fólk kannski er búin að tóa tíu sinni í úlpuna minna þá svona kemur alltaf svona lúmst tilfinning svona en svarar alltaf jú, ekkert mál, við komumst út en þetta er rosalega skemmtileg tilfinning, þetta er rosalega örugg tilfinning og þetta er rosalega öruggar aðstæður en auðvitað þarf maður að passa sig að fara réttum stöðum út og svona götin bjóð þessi, ef maður fyrir gennum rétt göt þá er ekki mikið að snjóhrinum og þannig, það er alltaf hættulegt ef það hrinur á mann en þetta er frekar öruggar aðstæður. En er svona mikið af hellum? Það er rosalega mikið hellum. Það er rosalega mikið hellum sem bara ekki fundist ennþá og svo líka eins og við erum að nota aðalega 2 hella í ferðunum okkar og annar er svona aðeins þekktar en mjög leyndur ennþá og svo erum við annan helli sem er svona ennþá leyndari, ennþá meira leyndamál og ég held nú alveg örugglega einhverju viti þann helli líka en hann er kannski ekki inn á kortum hann er ekki inn á kortum og það er svolítið svona eins og með hellasamfélagi þeir finna hellana kannski búið til kortum hellin en segja ekkit endilega hvar hann er því að maður vill ekkit endilega að fá mikið af fólki á þessu staði því að þó að 99,9% af fólki fer vel landið þá er alltaf einn sem ákveður að skítin í hellin og þannig að í svona þekktari hellum þar getur maður svona búist við því að finna kúku undir einhverju steinum þannig að það er svolítið ógeðslegt þannig að við höldum svona svolítið fyrir okkur og líka bara gaman að geta að fara með fólk á gjörsamlega óþekkta staði. Það er náttúrulega ótrúlegt ævintýri. Já, svo erum við labbað með fólki bara á flötum snjó og svo að GPS-nitinu og svo bara segjum fólki hérna þurfum við að byrja að leita og stingum við stöðunum onni í gegnum að reyna að finna gatið en það er ekkert sem gefur til kynna þessi hellir hann undir og einst þegar ég var að gista með dóttur minna þá er sem sagt við erum með 2 GPS í fjölskyldinni með þessu niti og eina leiðin til að finna mig og dóttur mína er að nota hinn GPS-in eða fennir við gatið. Þannig að kona mín var mér rosalega mikla áhyggjur heima. Já, þegar þú varst að gista með henni? Já. Ég skal trúa því. Mér sérstaklega með nýfætt barn. Já, og svo eftir þetta sko þegar hún var alveg, mér líður smá illa að segja en hún var svona smá grátandi þegar ég hringdi í hana. Já, auðvitað. Alveg ég fekk alveg rosa samviskupið. En svo sem sagt viku seinna er alveg mesti stormurinn það árið og mér er alltaf langað til þess að fara að gista út í svefnpokanum í stormi
og láta fenni yfir mig og þetta var alveg kjöra aðstæður og góðu snjór og allt, þannig að ég byrði leyfi frá konunum að fara upp á fjall eftir að börnin sofna og ég er með svona lítinn helli upp á fjalli sem er svona heitur lækur sem rennur í gegn og á vetuna svona fennir svona snjóhellir líka hinn með hellin, þannig ég get baðið mig í snjóhelli og inn í helli og svo gisti ég fyrir utan en það er samt svolítið hættulegt og það er snjóhengja sem getur dottið niður í ána, þannig að en maður þarf bara að fara réttum staðunni til þess að fá hann ekki á sig og konan mér vissi að því, hann hún bað mig að lofa sér að fara ekki undir þá hengju og lofa mér að vera það sem er símasamband og svo er ég að fara að sofa og það byrja að fenna vel yfir pókan og búin að fara í bað bara í læknum? Hliðinlæknum, já, búin að fara í bað í læknum og og er að fara að sofa og þá kíkja á síman og það er ekkert samband þannig ég ég ákvað að kúra hann smá í bara klukkutíma og svo pakka ég saman og fyrir heim, hann er komin heim 1 eða 2 nóttina þannig ég sé ekki og þá er konan einmitt búin að prófa að hringja og allra hormónin ennþá á fullu eftir fæðinguna, þannig að alveg eins og jú þannig að hún var mjög glöð að hún var einmitt vakandi en þá hún var smá áhyggjur, þannig ég fannst gott að ég kom heim. Hvaðan kemur þessi ævintýra þrá að vera stanslaust svona? Náttúrulega, ef ég kannski fer aðeins dýpra, þá er sem sagt ástæðan fyrir því pabbi minn flytur í Hveragerði er að hann er 20 og er nýbúinn að ná hætt að drekka áfengi og það er alveg svona smá þekkt saga í fjölskyldinu að höndla ekki alveg áfengið, þannig að hann hætti að drekka þannig og það er einn ástæðan fyrir því að ég og systir mín til í dag og hitti mömmu en í staðin fyrir sem sagt áfengi þá fer pabbi bara alveg á fullt hann fær svona hugmyndin sem þeir fengu hugmynd, mamma og pabbi fengu hugmynd og þeir fóru bara fullt í hestana og áttum allt í henni 10 hesta og hann átti fullt að jeppum alltaf að kaupa sér nýja Bronco og breytunum og svo er hann að selja hann og svo átti meiri peninga og gæti keypt annan bíl Það er dellukall. Já, og bara fór alltaf all in í allt sem ég gerði en það er svona tók fíknina í það í staðinn og svo þegar við fæðumst á sem sagt er bara ekkert að bara er geggjað að geta bætt okkur við inn í jöfnuna og svo sem sagt er ég bara alveg upp við þetta og við erum bara og mér finnst þetta æðislegt og mér finnst bara æðislegt að mamma og pabbi nýttu allan sem frítíma bara með okkur og mér finnst það hafa gefið mér rosalega mikið og svo þegar ég verið eldri þá náttúrulega verða ævintýrin en þá meira svona röff og stærri og getur við náttúrulega gert meira en það er náttúrulega líka annað að þegar þú byrjar með barnið þetta svona ungt þá getur barnið þetta gert hluti fyrr heldur en ella þannig að og þú ert líka að búa til svolítið, eins og í mínu tilviki þetta er ekkert bara þetta er líka svona á eigingetum ég er búið til leikfélag út lífið og mér finnst æðislegt að börnin vilja koma með mér og draumurinn alltaf að hafa 10 börn en ég er svona svolítið gamall þannig ég held ég ná ekki 10 börnum en ég er mjög ánægð með 2 en plan B er 5 en ég veit ekki alveg hvort að það náist það er að ræða við konunum það en já og svo svona byrja í íshokkí þegar ég 6 ára og svona svo bara byrja að samtvinna margt saman eins og fjallið upp eins og núna vetuna þegar það er frost og harðfinna þá hjóluðu kannski upp á heiði eða förum á jeppanum og skautum á gígnum og svo skíðum við niður og förum í bað og eldum í hver og við erum búin að vera með hver eldum fjölskyldan erum búin að elda saman í hverjum síðan ég á lítill. Já, alls konar sjóðegg og heitasúpur og bakk. Já, byrjaði svolítið svona eins og órafiskibólur og kjötbólur í brúnasósu, svona eitthvað einfalt sem við hittar í hver. Og svo erum við búin að þróa þetta aðeins lengra og við erum búin að prófa að gera súkkulaköku, við gerum lambalæri og lax og kjötsúpur og tomatsúpur og humarsúpur og alls konar bara en við erum rosalega bara búin að vera byggt á mistökum, þannig að núna í dag þegar ég er elda fyrir fólk þá Já, læra á reynslu. Já, þannig að með tíman og annað og eins og til dæmis þegar við komum að við erum rosalega mikið af það kalla þetta hver eldhús út allt, það sem er bara svona kjöra aðstæður. Það býr náttúrulega geggjum stað. Já, æðislegum stað. Og náttúrulega svæðið fyrir aftan okkur er náttúrulega næst stærsta eldfjallasvæði í Íslandi og á eftir að gjósa aftur. En það er
spurning hvort það verði okkar líftíma en þetta og þannig svona allt sem við erum að gera svona samnýtu við til þess að gera skemmtilega dag út frá veðurspá og öðru þannig alltaf eitthvað sem þetta að gera en svona komst þetta langt frá spurninguna en ég sem sagt þessi fíkn hjá pappa og fjölskyldunni svolítið í mér og systur minni og fyrir þá sækir ákveðum við bara aldrei að drekka við höfum aldrei smakkað og bara læra reynslunni og hlusta á foreldra okkar með það en við erum alltaf að gera þetta fyrir sjálf okkur En eins og úlingsaldri var þetta bara alltaf ég var alltaf æfði útrúlega mikið ég var rosalega mikið í íshokkíinu og er einn fremsti íshokkímaður í landsins en náttúrulega ég komin efri ára núna og skaut svona hálfa liðu upp á hillu þannig Þú varst nú samt að keppa helgina? Ég var ekki, það var gamlingamót. Old boys. Já, ég var hann löglegur þar. Nýjórðan löglegur. Og en ég æfði rosa mikið og var morgunæfingum bara lífstílinn. Já, og svo þessa milli fór ég að brimbretti og fjallihjóla og ég hef alltaf verið svo heppinn að ég hef alltaf átt vini sem langaði frekar að koma með mér að leika heldur en að fara á djamið. Og alltaf átt rosalega góða vini í því. Þannig að svona því mér finnst ekkert rosalega gaman að leika upp á fjalli einn. Ok, þannig að það er félagsvera. Já, mér finnst skemmtilega að vera með ykkurum upp á fjalli og ég sé svona meiri tilgangi að fara með ykkurum. Og þannig ég alltaf verið rosalega heppinn og fengið ykkur með mér og þá svona hefur aldrei einhvern veginn verið svona mikil köllun að ég hef auðvitað farið með strákonunir í bæ og þannig en það er alls ekki númer 1 á listanum á mér. Hefur aldrei verið. Já, en þegar þú kynntist konunni, var hún strax tilbúin í öll þessi ævintýri? Þetta er náttúrulega alveg þú veist, svona ekstrím fyrir marga. Já, hún sem sagt, við byrjum saman þegar við verum 17 ára gömul. Já, ok. Og hún sem sagt fæðist í Hveragerði en hún sleppur sem sagt þegar hún 5 ára, þau flytja á Skagan og svo næginn tilbaka þegar hún 17 og hefur ekkert sloppið síðan. Okay. Það er mín útgáfu sögun en hún er með aðra útgáfu held ég. En ammenar og afi eru ennþá í Hveragerði og systerinn er í Hveragerði núna og þannig að hún er með alveg meiri hlutan af fjölskyldunni í Hveragerði ennþá. En hún sem sagt er alveg íþróttaleg og hún er hún var í badminton og var í Íslandsmeistar á þeim tíma í badminton á þeim tíma en hún hefði ekkert verið undarlega mikið að fjallihjóla eða þannig. Ekki svona útivist. Nei, þannig hún kemur með mér inn í það og fyrsti hjólatúrinn sem ég fer með henni í er 3 daga hjólaferð með tjöldin og allt bara, við erum bara allar leiðir og ég held að hún hef ekki hjólað 5% af leiðinni, hún reyti alla leiðina og ég hugsa á leiðinni bara hún er ekki eftir að vilja fara aftur með mig og hvað er ég að gera en svo þegar við komum niður á 3. degi þá bara fannst þetta æðislegt og bara ég hjólaði eiginlega bara útrúlega mikið sagði hún og ég bara já og þá var ég bara yes en fannst það gaman og núna í dag hjólar hún alveg 95% af því sem ég hjóla hún er varkárur en ég og sem bara gott og þegar ég fyrir að hjóla og eins með ferðinu og annað þá er þetta aldrei spurning um það hver er fyrstur eða hver getur þetta er meira bara að hafa gaman og keppna við sjálfum mann og þannig en auðvitað gaman að pressa hvort annað og brekku sem að komst ekki upp í gær kannski kemst mann upp í dag, þetta er allt líka spurning um dagsform og annað og henni finnst það æðislegt að sofa með mér úti í -20 og hún er aðeins fengið að gera minnaði núna út af mjólkurgjöf og annað en eins og í fyrra þá stálst hún út þegar ég var með börnin og svaf við 3 tíma upp á fjalli undir norðurljósunum í -20 og kom svo heim og mátti samt alveg sofa allir nóttina en hún ákvað að koma heim til þess að sofa betur hún sefur aðeins betur í rúminu heima. Bara það sem kemur til mér núna þegar þú ert að segja þetta allt mér finnst þetta svo magnað því að við erum í þáttunum sem búin að vera á undan þessum er alltaf verið að tala um hvað það er mikið hraði í samfélaginu og allt þetta með áreiti samfélagsmiðla og einhvern veginn það er bara allir að drukkna í sínu og við erum orðið svo ótengd náttúrunni. Já. Ég hugsa bara, vá, þið eru svo tengd náttúrunni, þetta er svo geggjað. Þetta er æðislegt og ég er svo líka bara ánægður og að öll börnum mín og frændsískinni mín og þau eru öll bara í þessu og og það er líka bara að við byrjum 2012 sem sagt að reyna að taka vetrútileguna
ég og konan, og fyrsta útilegan okkar var sem sagt, fórum að Velslu upp á Hengil og gistum á svona klettabrún og þá vorum við tjald með okkur þannig, en þá þurftum við að snúa tilbaka að því við vorum ekki rétt búin og sem sagt, fyrir það hef ég áður alveg gist úti í skálum og annað og í tjöldum, en hef oft orðið lasin út af vitlausum búnaði bara annað og þarna sem sagt ákveðum bara að prófa okkur áfram að sjá hvaða búnað við getum notað og þarna tókum þetta gasheitra með hana til þess að hans svindla en okkur byrjaði að vera svona kalt á tánum og þannig við ákveðum bara að hafa þetta kósi og spila og snérum svo við tilbaka og svo fórum við aftur breytum aðeins búnaðinum, fórum aftur eftir mánuð og og þá gátum við gist nóttina en var svona smá kuldi hér og þar þannig við þurftum aðeins að breyta en svona jafnt og þétt höfum við svona fundið okkar leiði til þess að gera þetta sem hlýjast og líka núna og það var henni bara 2 árum eftir fyrstu ferðina að ég hætti að nota tjald á veturna því að það er henni bara vesen að hafa tjaldið. Nú, ok, hvað gerir þá? Þá sem sagt bara leyfi snjónum að snjóa yfir mig eða snjókoma en svo framlega sem er ekki rigning. Já, þegar blotnar í gegn. Já, en þú náttúrulega getur fengið kofur yfir svefnpokana til þess að halda honum en að þurrum en þú þarft í rauninni að ekkert tjald, þú þarft bara eins til dæmis við kaupum svefnpokan okkar í Everest og þeir eru með svefnpoka sem fara alveg upp í -20 í þægindrama næstu og ef þú ert með góða einangrun undir og þykka dínu, bara 7 cm dínu þá þarft ekki meira og svo bara rennir pókanum og stjórnar opinu bara svolítið eftir hversu mikið hita þú vilt hafa og svo kemur svona öðru hverju svona feskur svona andadráttur inn í pókana sem er æðislegt og sér stjörnunar og sér norðurljósin dansa yfir gegnum gatið og svo ertu bara með ruslapóka með því sem þú vilt halda þurru fyrir morgunfötun og svona bara hann í svefnpokunum? Nei, bara hliðan á svo en núna í svefnpokunum er alltaf kannski með það sem þú vilt ekki láta frjósa eins og linsunar og vatni, þú vilt drekka eitthvað vatni morgunin þá vilt hafa það í svefnpokunum og svo bara svo ferðu bara í sokkunum og þeir af því það skóna þeir eru hrosnir og svona og en þeir velja það sem kemur fólki mest á óvart ég er að bjóða upp á fólki að fara með mér í svona ferði líka að gista úti? Já, gista úti fólk heldur að þau muni frjósi hel og samt pantar að ferðina fólk hefur prófað hans áður og vill prófa en þetta er rosalega mikið traust og og líka það sko að margir gera mistökin sem ég gerum mig fyrst eins og til dæmis þú vaknar á nóttinni flestir hafa örugglega prófað að vakna á nóttinni í sumarútilunum þar sem er svona smá kalt og þú reynir bara svo í gegnum það en á sumrin hefur þetta ekkert rosalega mikla afleiðingar en ef þú reynir að gera það á veturna þá svona endar þetta yfirleitt með að getur fengið smá kvef og en það sem þú þarft að gera er að opna pókan og breyta fatalægin sem þú ert í og fara í rétt föt og svo loka pókanum aftur og verður alveg skítkalt þegar þú ert að gera það en þú nærður að hita þau upp aftur þannig að mæli eindriði með þessu En sko augnabliki sem ég spurði þig hvort þú vildi koma til mín í viðtal var þegar sko þú bjóst til heitan pott bara með því að raða risastórum steinum þarna að því að það var heit uppspretta eða hvað kallar þetta sem rennur niður í ána og blandaðist við árfarvegin og þetta var svo geggjuð upplifun í alvörinu, ég hugsaði bara vá, ég bara sá fyrir mig hvernig frumbyggjar gerði þetta skilur líka við að blanda þarna heit og kvöldi ótrúlegt sko. Þegar þið komu sko þá var búið að regna svolítið og lækunum var kaldur þannig við ættum að hleypa aðeins af á réttum tímapunkti ég er með yfir á Hengilsvæðinni og líka önnur staðar er ég með yfir heildina er ég með 16 baðstaði á landinu sem ég nota og 11 af þeim eru leynistæðir og 4 af þeim eru fjölskylduleinistæðir og svo er einn staði sem allir vitum sem er ekki dalurinn og öll svo á eins og leggur sig og hver og einn á og hver einn staður virkar á mismundi tímum eins og Reykjadalurinn virkar ekkert alltaf árið og svona cirka í heildina kannski 3 mánuður á ári sem Reykjadalurinn bara er kaldur og fjölskylduleinistæður er svona staður sem bara fjölskyldan mín
og ég tek túristaþanga en ég tek aldrei eiginlega Íslendingaþanga og svo með 11 leynistæði sem eiginlega engin Íslendingu veit nema ég veit að einhver Íslendinga veit þá, þannig að þetta svona, ég get ekki kallað fjölskylduleynistæð og ég fer með Íslendingaþanga og það alveg mjög mikið leynisamt og hver einn staður hefur sem sagt kjör aðstæður yfir allt árið. Og hvernig veistu hvað? Bara ég hef verið búin að baða ykkur hana síðan ég var 3 ára gamall. Fór fyrstu heitaleikaferðina mína þegar ég var 3 ára og þá var ég á hestbaki sem var reittur ég var sagt á hesti sem var tengdu við hestin hjá pabba og mömmu og fóru niður í Reykjadal og það var fyrsta baðferðin mín, ég man alltaf ekkert eftir þessu en bara sem mér er sagt og en ég man eftir smá brotum úr hestaferðin hér og þar og sem sagt og við höfum prófað flesti staðin í mismunandi aðstæðum og þannig að núna veit ég svona nokkuð veginn út frá veðurspá og annað hvaða staður mun vera góður og ég veit svona sirka hvar hitauppsprautin að koma upp og þannig ég get farið eins og þegar við fórum saman þá get ég farið og hleyft kalda vatninu fram hjá áreitnum stað þannig að hún bættist ekki ofan í hitauppsprautina eins mikið þannig ég get hita hann upp akkurat eins og vildum hafa hann og svo fórum við fyrir neðan og settum steinin upp til þess að hlaða byggum til flottan pott. Ég þarf eiginlega að láta mynd fylgja með í deili þættinum af því að þetta var svo geggja sko. Já, og svo erum aðra staði sem ég get hleypt af, bara ég með 2 steina og hleypa af köldu og heitu vatni saman og ég get annarkvort eldað fólki eða þetta og kalt en reynum við þetta að hafa millilegðina. Helst ekki eldað. Já, ekki eldast, það myndi kannski vera svona rauðu tómatur. Hvað er heitasta vatnið þarna? Heitasta vatnið er náttúrulega bara 100 gráður. Já, það er bara síður. Já, en það er svona þar sem gufan er að koma í gegn. Gufan getur verið 160 gráður cirka þannig sem er að koma í gegn. Vá, er það sem þeir nota til að elda mann? Já, alveg nota þannig og þau eru líka svolítið þurra uppsprettur. Okay. Og en sem sagt vatnið er náttúrulega frá 30 upp í 90, 100 bara fyrir eftir svæðinu en það er alveg rosalega mikið af hverum á svæðinu, Engilsvæðinu. Þannig hvernig er bara venjulegur dagur hjá þér? Er ekki til neitt sem heitir venjulegur dagur eða? Það er svona bara fyrir svolítið eftir ástíðinu og bókunastöðinu hjá mér. Þannig að sem sagt venjulegur dagur hjá mér er annarkvort að börnin fá frí í leikskólanum og við erum að gera eitthvað saman. Eða ég stundum höfum við tekið morgunævintýri þá byrjum við 6 á morgnana og fyrir kannski í bað og svo úti í náttúrunni heimitt ekki gleyma því og við erum ekkert náðu að gera þennan veturinn sem er alveg ferlegt en við erum að fara bæta úr því. Hann er ekki búinn? Nei, hann er ekki búinn. Síðasta morgunbað sem við gerðum þá gisti ég með krakkana nálægt einum af stöðunum mínum og í húsbílum okkar og svo vöknum við kl. 6 og fórum bæði börnin í bað, heitt bað og snjóað á okkur og rosa kósi og svo sem sagt svona 8-leitið þá fórum við upp úr og ég skvöllaði með leikskólanum og ég var mættur til að taka ferð kl. 9 og stundum vöknum við og tökum morgunæfingu saman þá svona milli 6, 7, 8 vöknum við ektum að þar og við erum rosalega miklu og góða æfinga aðstöðu og Hvernig æfingar er það að taka saman? Þegar ég með krakkana þá er þetta bara svona korið og arbeigur og mæfingar og nýjabeigur og alls konar þannig sem krakkana geti gert með mér og svo smá teigur inn í því og svona og ekki mikið með lóð þegar krakkana er með mér og svo sem sagt svo út frá því er ég reyna að taka upp teginar og svona það sem ég hef alltaf æftir rosa mikið en teginar það sem ég hef látið sitt á hakanum en ég reyna að taka ekki svo fyrsti sem segir þetta ég er nýbúin að taka heilt viðtal leiðleika já og út af þessu já, ég hef alltaf svo sem vitað af maður hefur alltaf verið kennt að tegjur eru jafn mikið á æfingin sjálf en svona einhvern veginn en maður kannski eins og segir hratt líf og maður svona kannski tekur æfinguna og er með eitthvað annað planað þannig að maður lætur að sitja í hakanum að því að maður kemst upp með það. Ja. En geggjað samt að þú sért með börnin með þér líka þegar þú ert að æfa því að börn, þau gera það sem að foreldrar gera ekki endilega það sem við segjum
en það er svo mikilvægt að þau sjá okkur hreyfa okkur, að því hreyfing er bara svo ótrúlega mikilvæg og ef þeim finnst bara eðlilegt að gera armböður og teygjur þú veist, og bara oft þau náttúrulega lítil en það eru mest megnis að leika sér það ekki. Jú, algjörlega. Það er bara svo gott fyrir þau að sjá þetta og vita þetta er eðlilegur hluti af degi. Það er svo gaman að hafa það þegar líka sko, þau bæta æfinguna sko, þegar hann er að klifra á mér að gera plankan og hliðaræfinguna og þannig að ég leiði þeim bara að gera það og má bara taka sinn tíma og vera eins og þetta er. En svo núna, ég held að það er svolítið langt síðan ég fór með morgunæfingu síðast, það var 3 vikur síðan fórum síðast og en núna fyrir svona 2 vikur síðan þá byrjaði dóttir mér að setja spes lag á símanum og gera allar æfingarnar hliða plankan inn í stofu heima. Vel gert, 5 ára. Já, við erum búin að gera núna alveg held ég 6 æfingar sjálf og svo hún tekur 1 lag og svo skipur hann mömmu sinna að gera næsta lag og ég þarf að gera næsta lag og æðislega mikið dúlla. Vá, nefnir að þetta er svo flott. Já. Það finnst mér allavega. Takk fyrir það, já. En kannski að því verðum aðeins komin inn á svona heilsu og spá aðeins í þessu, þá spyr ég alla sem koma til mín, og ég veit ekki hvort það hafa verið eitthvað hlustað, en ég spyr alla, hvað er heilsa fyrir þér? Heilsa fyrir mér er bara svona bæði andleg og líkamleg heilsa til þess að líða vel. Ég tengi ekki heilsa að vera öfga í einhver átt þó ég sé alveg hafi verið í þá átt lengi en það meira bara svona að líða vel í eigin skinni og geta brosað fram í flest og mér finnst það rosalega mikilvægt að vera jákvæður frá framböndum minn og ég er rosalega jákvæður, ég held ég sé kannski reiður, ég reiðist rosalega sjaldan og ég brosir rosalega mikið. Já, ég get óttað það. Og og er rosalega sjaldan pirraður og mér finnst það rosalega skemmtilega eiginleiki við mig og þó að sé stundum kannski pirrandi þegar fyrir einhverja eins og konum í stundum þegar hún með áhyggjur af ykkur og ég segi þetta er ekkert mál og henni langar ekkert að heyra það. Nei. Henni langar bara að heyra við segja já og en ég stundum reyna að laga það. Ég heyri hvað þú segir. Já. En já, svona bara svona, já, að vera ánæður og geta gert það sem maður vill með ástunni sínum. Hugsaðu meðvitað heilsuna þína? Já, en ég hef samt alltaf, ég er svo rosalega aktífur þannig, ég hreyfi mig svo rosalega mikið í vinnunni og æfingum og annað. Ég hef ekkert rosalega mikið þurft að passa mataræðið þannig en ég samt finnst ég aðeins fyrir að fara að þyngjast núna eftir að annað barni kom og svona. En þannig ég svona þarf aðeins að fara að hugsa það svona smá en ég hef alltaf verið bara í kjörþyngd og hef alltaf átt rosalega auðvelt með það og hef alltaf verið í formi, með skoðu formi auðvitað en núna er ég aðeins farin að hugsa teygjur. Já, geggjað. Og byrjar hjá Primal Iceland og aðeins að fá þetta að hjálpa mér að koma mér að stað í teygjunni, ég veit, ég kann þetta allt en það er svona oft gott að hafa svona smá aðhald í þeim gerunum og eins bara þegar ég æfi mig og ef ég vil koma í besta formi þá finnst mér best að æfa með ykkurum og svona finna aðeins svona neðra bakið svona aðeins er fara út að skauta hreyfingunum og nárin og annað er farin aðeins að segja til sín út af bara teygjuleysi þannig að og ef ég er slæmur í bakinu þannig þá get ég ekki gert æfintinu með börnunum mínum og það er henni skiptir mig mestu máli að geta verið með þeim og bara sjá þau blómstra í því sem við gerum. Hvað fallegt. En að því þú talaður að þetta var andlegt og líkamlegt og þú segir að þú sért svona alltaf bara svolítið glaður. Heldur þetta, þú veist, ertu að gera kannski eitthvað sérstakt? Er það kannski bara öll þessi útivera og þessi náttúra sem bara gerir mann glaðana því að ég meina þeir sem eru á hamstrahjólinu og eins og mér finnst bara allir vera að segja í dag, þeir eru bara í kappi við tíman, allt sem þeir eru að gera og þessi samfélagsmiðlar og samanburður og kannski eyði ekki einu sinni 5 mínútum á dag út í náttúrunni, getur verið að það sé bara það sem er geðlifið þitt. Það gæti verið, en sem sagt, ef við fyrir aftur í tíman þá að 6 ára aldrei þá var ég rosalega brjálað barn og gæti engi passa mig nema ömmu mínar
Hvað meinar brjálabarn? Bara hress og virkur? Hlaupandi eftir með hamri og bara svona rosalega skapstór og hérna ofbildis svona ekki með svona, ég fljótur að reyrast ekki, ég var ekki vont barn, skilst mér, en ég var rosalega svona skapstór og hérna, en svo byrjaði ég íshokkíið 6 ára og það bara fer öll orkan í það og hérna og ég bara verði allt annað barn í rauninni og hérna og síðan þá hef ég bara verið rosalega gott barn og maður en mér finnst líka rosalega ég vil vera góð manneski ég vil hafa og ég sækist rosalega í fólk sem með gott hjarta og reyna að losa mig við það sem mér finnst ekki passin í mitt minnstur og mér finnst rosalega mikið að hafa fólki í kringu sem svona svipað og hérna og líka bara það sem ég tek frá foreldrum mínum þegar þú fæðist á alltaf foreldraðinir allt fyrir þér og þau í rauninni taka fyrsta svona heila þóttur ekki rétt orðið en þau íta þér í þau átt sem þeim finnst skemmtilegast að gera eins og ég að gera með börnum mín núna, ég að hjóla með þeim og allt þetta brimbretti og allt og þannig og útilegur og þar á milli, skoita og ég svona svolítið að íta þeim í þá átt sem mig langar til þess að þau verði en auðvitað fá þau að velja eins og dóttir mér finnst æðislegt að dansa og langar að syngja kannski og eitthvað og hún fer bara í það með og það allt svona sem nýtist saman líka en auðvitað verður hún sín eigin manneskja og hún tekur svolítið ósjálfrátt fer hún þá leiði sem foreldrennar ítin í og það er mjög líklegt að dóttir mín og sonur minn verði finnist gaman að gera það sem við erum að gera núna þegar við erum eldri og hérna en þetta er rauninni bara eitthvað sem foreldrar mínir gerðu með mér og systur minni og pabbi minn var alveg upp á skíðum til 12 aldurs alveg rosalega mikið útiveru og annað afi minn var rosalega mikið skíðakall og hérna og þetta er svona það sem rauninni mitt álitið það að hérna þú rauninni deyrð aldrei en þú gleymist kannski en þú deyrð aldrei að því að það sem ég sitt í börnum mín núna er eitthvað sem ég hef annarkvort fengið frá foreldrum mínum eða frá vinum eða fólki sem ég hef umgengst eitthvað svona venjur sem mér líst vel á og svona það er eitthvað sem við setjum inn í börnin okkar og vonum að þau taki þess að þau finnist gott og vonandi að þau taki rétt skilabur út frá uppeldinu og svo setja þau það í börnin sín auðvitað blandað við áherslunum sem kom frá makanum og hérna og saman svona og vonandi fer þetta bara í næstu kynslu og kannski lang á bönni mín eiga ennþá eftir að vera kannski útivist og gera nafnavídeó og hann er löngu búin að gleyma lang af að skilur en samt þá er ég svona ennþá í þannig að einhvers staðar hann inn í genamenginu hegðunarmistrinu, ekki genum mér finnst það skipta minna máli heldur en hvað maður setur í uppeldið minna ég heyrði að þú sagðir nafnavídeó, ég man eftir þú sýndir okkur það um mitt það var rosalega flott, það var svo þeir voru að tilkynna nöfnin á börnunum já, sem sagt þegar dóttir mín fæðist, hún fæðist rosalega létt og hún má ekki fara út en við erum búin að ákveða að sem sagt að ala börnun okkur upp í útivist og taka þau með í allt og gera bara rosalega mikið ævintýrum. Þið ákveða það bara strax? Já, ég var búin að ákveða það 10 ára mánu barnið kom sko og en svo sem sagt erum við að hugsa hvernig við getum útfært sagt frá nafnina því við vildum ekkert endilega skýra, við ætlum bara að nefna og við ákveðum að það væri ekki gaman að sjá barnið okkar gera svona fyrsta skipti sem að gerir hlutina það sem að mun gera með okkur í framtíðinni eiga vídeo og myndir af því þegar það er að taka fyrstu skrefi sinni í alls konar svona hlutum og við sem sagt fórum með hann fyrsta ævintýrið hennar var þegar hún var 8 ára gömul á deginum hún sem sagt þá hjúkkan var búin að vera hjá okkur hjúkkanarfræðingur var búin að vera hjá okkur daginn áður og hún sagði bara já, hún er nú þung, hún má fara út og fyrir það var hún búin að vakna 3 tíma frest og gefinni pela meðferð til þess að þingjana og þá sem sagt það kvöld seinipart, þá semst fer ég og tek fötu með mér og býti skautasvelli í án, ég tek semst vatn úr ánni sem er renni gegnum Hveragerði
og býti skautasvöld fyrir neðan fossin í Hveragerði og svo skrifum við nafn eitt staf á svellið og svo daginn eftir komum við með hana, hún Steinsefur, sittum henni skauta, Steinsefur ennþá og skautum með hana á svellinu, hún Steinsefur ennþá og svo í drónavídeónu svona sést síðan stafinu koma í ljós og svo förum við í næsta fjallahjólavídeó af henni hjóla með ást í vagni og ég bjóð til vagni handinni sem svona satt tveggja dempara vagn, þetta var náttúrulega, hún náttúrulega fæðist 3 mánuði fyrir COVID, þannig ég ætlaði mér alltaf að panta vagn sem með svona dömpun og vottaður af Evrópusambandinu og flottur og sem ég get farið í single track stígan á þannig og en svo kom COVID og það var bara ómögulegt að fá vagnin, það var bara ekki til þannig ég kaupi svona farunguskerfi í Íslandi, eitthvað sem ég finn með dempara og kaupi tveggjahjóla barnavagn og kaupi svona bílafestingasæti og kaupi svona auka dempum fyrir svona böglabera og byrja þetta bara til og ég blandi þessu öllu saman og býti veltibúr og sér tjaldi í botnin þannig að ég get dreigja henni yfir ár og vatni kemur ekki inn í vagnin og eitt hjól aftan á og dempun þar og svo dempun og svo er ég með svona Maxi-Cosi bílstóla stól með svona ekstra veltibúri þar og svo setjum ég regnkofur yfir þetta allt og öndun og hún er svona fyrsta barnið sem lifir af þennan óvottaða hjólavagn sem ég bjóð til og svo kemur fæðist frænka mín og dóttir systir minnar og hún lifir líka vagnina og svo lifir strákurinn minn líka vagnina og svo er þessi vagn bara notaðar áfram en þetta fer ég aðeins meira valega því ég bjóðum til sjálfur þá svona fer maður svolítið valega með þau en ég get hjóla með þau alla marga af stígun sem ég hjóla ekki alveg allt en og hegginn deyja út í fjörunni og mitt fór sko nokkra ferðir með svona vídeo til þess að sjá hvernig höfuðið væri að fara og annað og prófaði mig áfram aðeins Hvort þú þurfti hjálm? Nei, hvort að bara það var ómikil hálshreyfing af því að maður vill ekki að það kemur ómikil hristingur höggið má ekki vera eins og til dæmis að það kemur hóla og myndi drapa niður þá svona þannig að ég var svona búin að ég prófaði mig mjög vel áfram áður en ég fóð með börnin í hennar Þú spáir í öllu Já, ég spáir rosa mikið í þessu Já, en svo svona satt þessi brimbrættigalli sem ég keypti líka hennar fyrir 4 árum áður hún fór í fyrstskipti í hann en hún alltaf bara týndist í honum hann passar ekki fyrir hann 4-5 ára aldur og við fórum eitthvað niður í fjör og reyndum að setja hann í sjóin svona haldandi á henni en það var svo mikið roka að sjórin svona skvettist í andlita á henni og mikið þannig við breyttum því aðeins en hún sörfaði fór að brimbrætti með mér í fyrstskipti þegar hún var 2 háls það var einmitt þegar við vorum að gera nafnavídeó fyrir strákið minn svo en þegar við sýndum nafnavídeó þá vorum við með 90 manns í fjölskyldinni byggðum öllum þegar við 3 mánaða gömul og sýndum vídeóið og þegar við sjá eitt staf í einu og svo í róleitunum myndaðist nafnið og allir voru rosalega hissa þegar bust engin við svo við sögðum ekki eins og með pappa við vorum að búa til nafnavídeó og en rosalega svona skemmtileg óvænt fannst fólki og þannig að það var búið svona pressa að strákurinn okkar þurfti við að fá líka nafnavídeó en það er líka rosalega gaman eins og við gerum nafnavídeó við strákjum en þá sáum við dóttum við þá 2 háls og rétt yfir 2 háls nýbúin að gesta í hellinum hana og það sáum við bara hvað hún var búin að þroskast og því hún gerði náttúrulega allt aftur núna í þessu vídeó og við myndum hana líka til þess að hafa alla söguna og gaman að sjá svona hvernig þau voru búin að þroskast og takast á við þetta og hún var svo sjálfstæð og fórum að skíða með hana og þá var strákurinn með í pulkunni fyrir aftan okkur og hún var alveg, hann kann ekki að skíða sig og svona En getur fólk séð þessi myndbandtekstar? Eru þau á Instagram? Þau eru á YouTube, en ég held að nafnavídeó dóttur minni hafi dótt út af hennar laga verðan ég er alltaf að setja nýtt vídeó eða að setja nýtt tónlistar en settu þess að YouTube sem sagt bara fyrir fjölskylduna konu minnar, partur hann býr í Noregi og Spáni og Skrifar það bara Úlfar frá Ísland? Það er held ég undir Iceland Activities undir einn eða eitthvað þar og er með ykkur hverjaldunum vídeo þar og eitthvað svona fjölskyldu við ætlum sem sagt ég var ekkert endilega að gera þetta til að deila þessu þá þetta var bara svona meira gaman en rosalega gaman að hafa þetta bara einhverju einu stað eins og YouTube og öðrum stað til þess að geta farið á fundið þetta af því að þegar þetta komið í tölvun þá týnist þetta og maður er með svo mikið efni og þannig að þegar dóttir mér var 1 árs þá sem sagt
sem sagt alltaf ég fara yfir allt sem ég er búin að taka af henni og við vorum búin að vera í fjallhjólaferðar sem ég dró henni yfir á og í hjólavagninum og alls konar ótrúlega krútlega vídeo en bara eins og vennilega foreldri þetta var bara allt og mikið sem við tókum af fyrsta barninu okkar sem margir geta tengt við held ég og ég bara gafst upp eftir hálftíma og eftir þann dag ég hef ekki ennþá farið yfir efnið sem er frá 2 mánuða til 1 árs aldurs, ég á alveg rosa mikið efnið þar og sem ég eftir að hafa yfir en svo eftir þann dag ákvað ég að taka hvern dag ef ég er að gera eitthvað með börnunum sérstaklega og eiga það efni og henda restinni bara taka það sem er flottast og klippa það til og vera ekki með þess endalaust að þessu löngu vídeo já, þannig að ég og út frá því byrjaði svona aðeins að deila bara til þess að hafa sem dagbók Instagram og það svona byrjaði að springa út frá sér Ég hvet fólk þess að kíkja á Iceland Activities á Instagram, þetta er ótrúlega flott eins og þau ert að skauta einhverjum gíg og eitthvað svona þetta er svo fallegt líka þetta er svo æðislegt bara hvað landið okkar er magna og þetta er rosalega, þetta fengið rosalega sérstaklega með gígana það fengið rosalega heimsathygli og margir með stærstu hockeymiðlum heims hafa einmitt verið að deila rosalega miklu en þó að kannski ekkert mikið áhorf á reikningin hjá mér en svo ef þeir deilaði þá færi þetta alveg 1.000.000 áhorf með það mikið af fylgjendum En áttu einhverja svona uppáhaldsupplifun það er ég bæði með svona uppáhaldsfjölskyldu og ferðalega séð með túrista og svo náttúrulega börnin náttúrulega ranka hæst, trampa allt en kannski uppáhald sem mann mest eftir er þegar ég fór með þetta er svo mikið upplifunum það er sem sagt ég er með skegg og frá því að dóttir mín fættist þá sem sagt hefur hún aldrei viljað kissa mig frá svona ég var ekki að kissa barnið mitt þegar það var ungt en svona þegar það var að fara svona 5-6 mánuða gamalt svona þegar svona ég ætla að kissa kynna það var svona fæk svona kýl þannig að hún vildi aldrei kista hana bara á ennið alltaf og svo þegar hún var svona 13 mánuða gömul þá var svona byllandi COVID í gangi og og við semst fyrir að Skógafoss og það er búið að frista allt fyrir fram að Skógafoss það er bara allt ísilagt og engin túristi til er búin að skemma ísinn engin túristi er búin að skemma ísinn með steinum og svona rugli þannig að við förum keyrum 2 konur minnar að vinna og förum að skauta á Skógafoss og með hundin okkar með okkur og spilum hockey og Þú og dóttin? Já, ég og dóttin mín bara 2 saman og og svo sem sagt erum við held ég 2-3 tíma á ísnum að leika okkur og borða saman og hlæja og skemmtilegt og svo þegar við erum búin að því þá sem sagt erum við leiðin heim og okkar maður komið inn helli af því ég var búin að segja á hana henni fannst hræðilegt í hellum þannig ég ákvað að prófa að fara í helli þannig að mann gerir hann helli með hana og ég er að klæða hann í sem sagt fötin og þá bara kissur mig og alveg hórið og allt eftir útiveruna og þetta var alveg æðislegt moment fyrst skeitt sem vildi kissa mig og knúsa mig og bara æðislegt moment þannig hlýtt í hjarta já og svo strákurinn og stelpa mín sem er algjör svona hún er rosalega vill fara hratt og vill gera allt svona sjálf og er rosalega augrandi í sem sagt hvað hún vill gera rosalega mikið meðan strákurinn er svona svarkvarir og þannig en strákurinn er miklu meiri svona knúsikall vill kúra svolítið mikið og honum finnst það mitt æðislegt að koma með í þetta allt saman og núna er hann mitt byrjar að stella að fara í hellin hann vill gist í helli líka hann er búin að sjá vídeo sérstu sinni og gist í húsbílnum og annað og síðasta ferð sem við fórum í sem sagt ekki síðasta sem sagt á hverjum vetri þá sem sagt gistu við reyni að hafa markmið að ná að vera 1 viku þar sem ég er bara upp á fjalli og það var rosalega auðvelt meðan COVID var þá sem sagt var ég alltaf bara viku með dóttur mína konum minn er í vennilegri vinnu og nú kom stundum hjólandi eða skíðandi til okkur á kvöldinu að borða það með okkur
svo skíði hún að hjólaði heim aftur og hérna fór svo að vinna daginn eftir þannig að og til þess að missi ekki alveg af þess að henni langar svo ótrúlega að vera með í öllu sem við gerum henni finnst svo gaman að vera líka en hún alltaf með í vennilegri vinnu þannig að hún þarf að mæta þegar að það er kannski besta veðrið og hérna og sem sagt vikuna áður strákurum að fæðist þá sem sagt ákvað ég að fara upp með dóttur mína að gista því ég hugsaði að þetta er síðast tækifæri því ég get náttúrulega ekkert rosalega mikið kannski farið eftir að strákurum að fæðist og við þannig að ég ætla að gista með dóttur minni í 4-5 nætur til þess að gefa konunum minni smá frí og tek hundin líka og hérna ekki endilega frí sem konum mín baðum en bara svona en ég veit alveg geta svo hún var alveg komin barnið var tilbúið að koma og við förum upp og ég parkera bílnum hann upp á heiði og með skautasvöld undir bílnum þannig ég get skautað með dóttur minni út úr bílnum og nóttina er bílinn alveg bara fullri ferða sem ekki rók og snjóstormur er svona smá svo daginn eftir er komið svona smá meiri snjór út allt og svo daginn eftir svo við aftur og hérna og ég er að draga hann allt hana allt sem mikið svellum hann ég er að draga hann á skautum og hún er að sleða og hérna svo daginn eftir nóttina eftir þá er bílinn aftur á fullri ferð og alveg bara stormurinn að hamra á bílnum og svo þegar við vöknum daginn eftir þá er snjórinn komin yfir dekk og þetta er alveg breyttur ekkolæn þannig að það er alveg komið slatta snjó og veðurspáin á bara vesna og hérna og mér langaði svo að vera lengur en ég var svo hræddur að festast og ef konum minn skildi hringja fara af stað þannig að ég eiginlega hætt að klippa ferðina þannig að fyrir niður á þriðja degi og hérna svo læti strákunum bíða eftir sér í 2 vikur en við hefum alveg getað fest og haft gaman að því að við erum allan mat og allt og hérna og síðasta ferð sem við fórum svona það var í apríl í fyrra þá fór ég upp að heiði og hérna en það var svolítið mikið að gera í fyrirtækinu þannig að ég þurfti að vinna 3 daga þannig að ég var með gufubað með mér upp á fjalli setti gufubað fyrir utan bílinn Hvernig gerir maður það? Ég er með svona ferðagufubað þannig að ég get sett upp á gígana þegar ég spila hockey og ég er með svona kamin inni þannig ég smelli þessu bara upp þetta fer ekkert fyrir þessu og hérna og svo er ég með kaminu inni og ég borða morgunmatstundum með krakkanum hann inni líka og en á kvöldin get ég farið í gufubað og set bara kveiki í henni kamininu sem sagt og hérna og heita hana vel upp og svo er ég með kaldan læk þannig sem ég get brotið ísinn og farið í lækin og hérna og svo mótnana þegar við gistum þá sem sagt setti ég strákin á bakið og hérna var ekki mikið snjór það var mikið klaki samt og hérna og sem sagt og stóttum með framan í hjólinu og hjóluðum niður og þau settu þau í leikskólan og ég fór að vinna og svo eftir leikskóla það verið búin í ferðinni sótti þau hjólaði aftur upp í bíl og hérna mjög fegin að þetta var rafmagnshjól það var svo það var alveg mjög erfitt að vera með bæði börnin og smá farangur úr leikskólanum á Hvað er þetta löng veg? Það var ykkur 10 kilometrar en ekkert mál að fara með í leikskólan það var alltaf niður á móti en þó að ég var á rafmagnshjólinu þá var þetta alveg tók þetta vel í á leiðinu upp og hérna og svo fengum við okkur að borða og fórum í bað á leiðinu upp yfir í Reykjadal og hérna og svo fengum við okkur kvöldmætt í bílnum og lásum bók og bara svona æðislega tími og svo kom kona mín alltaf kona mín að koma 2-3 kvöld og gisti einu nótt með okkur líka og hérna en æðislega tími bara líka að vera með börnunum og ekkert í gangi það er nánast ekki símasamband þannig að þetta er svona algjör núvitund já, ég fæ bara tíman og fæ knús og krakkarnir er svo þakklátt fyrir þetta og ég finn alltaf eftir ég er búin að gera eitthvað svona ævintýri með þeim og er að fara að sofa kvöldin þá fæ ég svona ekstra knús og síðast þá tók dóttir mér utan mér og pappi þú ert æðislegur og hérna og knúsaði mig og það er svo æðislegt að finna þakklætið frá þeim og auðvitað er ég ekki að gera þetta fyrir það þakklætið en maður svona en þau svona það er gaman að sjá að þau taka eftir þessu Já, og finnst þetta gaman og auðvitað þegar ég elst upp í þessu þá svona held ég hef ekkert endilega tekið eftir því þá en ég tek eftir þessu í dag og hérna og líka sko tekið eftir núna sko eins og þegar ég er frá ævintýrin þá sé ég hversu mikið vinna þetta er og líka hversu mikið vinna er að undirbúa ég ber krakkan aðeins meira heldur en kannski konu stundum og þannig á hjólunum heimur og þannig en hún er náttúrulega líka með á hjólunum en hún sem sagt hún hjálpa mér svo mikið að undirbúa fötin og matinn og
og bara, veist, og hjálpa mér, veist, og hjálpa stað með krakkana, við erum að gera þetta saman og en svona, þegar ég var yngri, þá svona fannst mér pappi ítt að baki hjólaði brekkuna, alltaf ekki rafmagnsjálf þá, en fór upp og ítti mér, ég var yngstur, svo kom hann hálfinn niður og sótti systir minna og hjólaði sjálfur og ítti henni upp líka og en núna sér maður svona virkilega hvað, þú veist, þessum mamma, hún var svona límið, að hún planaði alltaf matinn og hún pakkaði mest og pappin alltaf líka, við gerum alltaf saman og þannig. Undirbjóðferðina. Já. Og og ég sé þetta svolítið líka hjá okkur og hvað þetta væri ótrúlega erfitt að gera allt sem ég er að gera ef ég væri bara einn með börnin en þetta er svo auðvelt ef við erum tvö og þannig að þetta er bara æði. Þetta er ótrúlega sögur sko, maður er einhvern veginn bara svo fastur, það er allir svo fastur í sínu. Já. Þannig að mér er svo gaman að heyra að einhver bara sem býr bara rétt hjá mér, 3500 keyri Hveragerði. Það er ekki neitt. Og þú bara lifir allt öðruvísi lífi en flestir. Ég er rosalega heppinn bara með lífið sem mamma og pabbi settu mig í og mér er alltaf langað til þess að ég er rosalega duglegur en mér langar líka samt, þú veist, mér finnst þetta líka ef ég var ekki í þessari vinnu sem ég er í þá væri ég til í að vera bara ekkert að vinna en þá væri ég að gera það sem ég er að gera í dag hvort sem er og ég væri ekkert heima að setja undir rassinum held ég en mér finnst líka alveg gott að slappa af á ströndinni og syndi sjónum og hannig og stundum fer ég bara með krakkan og við förum upp í Orusturhraun frá Hveragerði og þar sem sagt eru fullt af gjótum og svona og mikið af mosa og þykkum mosa og förum bara þar að sofa, leggjum okkur, tökum lúr var æðislegt að sofna þar öll fjögur saman í mosunum og þannig að það er svona mér finnst rosalega gott að njóta líka það sem ég er að gera, mér finnst líka gamla að fara hratt og yfir og adrenalínu þannig en mér finnst jafn skemmtilegt að slappa af. Hæglæti. Já. Og vorum að missa hundin okkar núna úr fjölskyldunni núna í haust. Æ. Og ég var nýbúin að vera að segja að við börnum mína að ef maður myndi falla frá sjálfur og svona þannig þá er það alltaf ömulegt en það er sem alltaf lagi þegar við lifum í hjartan á hvort öðru og svo flott hvað börnum mínu voru búin að pikka það upp og þau knúsuðum, ég var hágrátandi hana nýbúin að láta hundin fara og þau grétu líka að því ég var grátandi en þessi allt í lagi pabbi hann lifir í hjartan okkar og svo og þau eru alltaf svo ungu, skilja ekkert alveg endilega en þá en þau eru alltaf bara núna ef pabbi deyr þá lifir hann í hjartanu mínu sko og mínu, segir bróðurinnar en það er svolítið svona ég veist það skemmtileg til en það er alveg rétt þeir sem maður elskar þau lifi í hjartanu þangað til maður þannig að engin deyr á meðan að maður er með ástvinni sem lifa þannig að það er svolítið svona og svo líka bara bara jákvæðinu og annað með svona ég er kannski ekki alveg eins jákvæður á að aðrir meiði sig heldur en þegar ég meiði mig sjálfur svona, þá svona eins og ég brendi mig í hver fyrir árið síðan og mér fannst það einhvern veginn bara svona gaman að fá að upplifa það mér fannst það var alveg hræðilega vond og ég er náttúrulega búin að ég þjálfa mér rosalega mikið ég tek þjálfun á hverju ári í skyndihjálp og annað og þannig ég ger allt rétt sjálfa mig, en þetta er fyrst skipt sem ég þarf að nýta skyndihjálpina þannig að því að þegar ég er að gæta þá er ég mun markkárari og svona ég gæti alveg rosalega kennt sjálfum mér þetta atvik og en það var rosalega gaman að fá að upplifa þessa upplifuna því ég var alltaf verið að segja sögur af vinum mínu sem hafa brennt sig og annað og segja hvernig prógrami er eftir að brennir og þannig. Vexti það í hver eða? Ég var að kanna svæði sem er rosalega óstabilt og ég var ekki með skóflu með mér
og var svolítið að flýta mér en ég setti mikið, ég var svona, tegiði mig fram til að setja, það var ekki hverana, heldur svona, það rosalega, ef þú ferð á hverasvæði sem eru nýmynduð, sem sagt, þau skiptast alveg algjörlega í marga hópa, sem eru mjög, sem hann sem sagt hverinir, þeir myndast undir, löngu áður en að þau opnast. Og það svo öðrum stöðum ertu með hver út allt sem þú getur leitt krökkunum að hoppa á, sko. Og en á vissum stöðum, réttið með raungum stæði eftir einhvern horfir að það, þá getur það pompað í gegn. Og ef það pompar í gegn, þá skýrum við hverinn eftir þér. Og ég vissi að ég var á þannig svæði. En var að tjekka á einu stað, var ekki með skóplós, tegði svona fótinn mjög örugt hjá mér, en var svolítið að flýta mér. Þannig ég setti aðeins svo mikið þunga á hælinn og fór sem sagt ekki alveg í gegn en það var mikið þrýstingur að vatni skvettist upp og tók allt skinnið af vöknunum og Er það þá úlfarskver? Það er úlfarskver, já, úlfarskver og er rosalega stoltur af þeim hver í dag en Kannski ekki samt gaman að hafa þurft að brenna sig til að Nei, auðvitað ekki en það samt sko ég var alveg skælbrósandi og þetta var að elda hann rétt hjá og fór að klára að eldaði og svo fór ég hjólaði ég í stöðinu og mamma mín kom og hjálpaði mér að græja þetta og svo sem sagt var þetta alveg rosalega vont á þriðja degi fekk ég svona smá blóðsýkingu og svo ég sem sagt bara hverju mótni sem ég vakna þá þarf ég að labba sem sásökan í burtu. Er þetta þriðjastigs brunni alveg? Nei, leit illa út fyrst og leit alveg út fyrir að geta verið þriðjastigs en það var annarstigs, þannig ég var heppinn. En hann samt yfirleitt, hann getur verið verra því að þú brennur ekki finnir meira fyrir sko, en miklu betra recovery. Og sem sagt bara næstu mánuðurinn var bara hver skiptið sem ég stóð upp þá bara byrjaði svona einhvern veginn blóðið að fara og ég fann rosa til en tók svona 10-15 mínútur að koma mér að stað svo passaði ég mig bara að setjast ekkert og ég var að gæta hann einhvern dag þriðja dag þegar þetta var og svo alltaf öðru hverju kom svona taugabóð upp í heila þess að sásöki voru að koma í gegn þá var ég alltaf að horfa í hina áttina frá fólkinu og svo gæti ég snúið mig aftur með brosið. Þú baðst ekkert annan að gæta bara fyrir þig? Nei, þetta var ekki þannig. Þetta var bara svona, ég gæti ekki baða mig, það var umlegt og það er eiginlega versta við þetta. Ég hætti hokkinu alltaf, það var alls ekkert slæmt þannig séð, en ég gæti ekki fara í bað með börnunum minn, það var umlegt. Og svo svo náði ég að svindla og eftir mánuð náði ég að tróða mér í skíðaskóna og ég tróði mér líka í skautana eftir 3 vikur en ég reif allt aftur upp, þannig ég lengdi prósessið, en ég náði að svindla mér með börnun á skíði eftir mánuð, en ég mátti ekki baða mig fyrir eftir 2,5 mánuð cirka. Bara þetta sýkingar hættu? Já, þetta sýkingar hættu, þetta er svo stórt sár, það var alltaf hringin og þannig, en ég hef ekkert sagt mikið frá þessu því þetta er svona, einmitt, en kannski bara samt gott að fólk heyri þetta, það er ekkert bara gaman, maður þarf líka að passa sig maður þarf algjörlega að passa sig og fara varlega á svona svæðum algjörlega, en svo er þetta svæði sem sko ég vissi að væri rosa mikið hægt ég hef aldrei farið með fólk ég myndi aldrei farið með fólk hana sko en ég var einhvern veginn bara svona í hraðferð en ég man eftir að þegar þú segir að þú kallar Ulli ég veit ekki hvort þú heyrðir söguna þegar við vorum í ferðinni hjá þér. Þetta var svo ógeðslega fyndið að því að við vinkonunnar köllum Úlfarsfell Ulli. Það er Ulli fyrir okkur. Og svo erum við eitthvað að ganga og pabbi þinn er svona akkurat beint fyrir aftan okkur. Og við erum að fara þarna inn í það sem hverinn er þegar að fara að gefa okkur kjötsópuna. Já. Og þá segir einn svona, já ég er sko búin að fara 99 sinnum upp á Ulla. Og pabbiðin lítur svona við og horfir bara skilur ekkert hvað að tala þá vissum við ekki að þú væri kallaðar Ulli fyrir stuttu seinna og þá náttúrulega öskur greitu við og hlátri hún náttúrulega sást að fara 100 sinnum upp á Úlfarsfell á þessu ári það er heiðulegu misskilning þannig að þetta var mjög skemmtilegt en ef að fólk sem er að hlusta hefur áhuga á að koma í ferðir til ykkar, hvert leitar það? Það er best bara að fara inn á icelandactivities.is og senda okkur skilaboð og eins með að
láta okkur vita bara hvað þau eru að sækjast eftir, eins og hvað getur stigið og hversu ævintýralegt, hversu háan ævintýraþröskuld fólk hefur og og getur stig. Það er svona, þá sérgerum við vilt ferðir fyrir út frá því og þetta er allt ferðir svona sem eru öruggar en það er ögra svolítið svona við leifum svona svolítið að fólki að fara út fyrir þægindarama minna ég og en samt njóta, það er rosalega mikið að njóta þannig að bara æðislegt, bara, er það ekki bara flott lokar, það er mikilvægt að njóta bara lífinu almennt. Það er bara mikilvægast að hafa gaman. Já, æðislegt. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að fá mig. Og segja okkur frá þessu öllu og ég vona þetta að fái fólk svona aðeins til þess að líta upp úr sínu og sjá þetta, það er hægt að gera svo margt öðruvísi þó það sé ekkert að fara að lifa svona endilega. Það er svona ekkert mál að lifa svona. Það er að þið rauninni ef þú horfir á íslenskt munstur, bara ef ég horfa á vini mína og aðra sérstaklega ef við komum börn, þá á vetuna þá er rútínan svolítið þannig að þú ferði vinnuna, sækir börnin, þau fara æfingu, þú eldar fyrir þau, þú horfir á fréttir, þú ert skiljanlega þreyttur og ferð að sofa, eða horfa á mynd eða ferð að sofa og rútínan byrjar aftur daginn eftir, svo kemur helgi og og það er kannski vont viður. Og það er ekki opið í skíðasvæðinu, það er ekki gott veður fyrir það sem allir gera, þú ferð í sund eða sem bara geggjað eða í hvað sem hoppuland eða eitthvað og en svo bara kemur næsta vika og við sjáum kannski ekki sólinn í 3 vikur og það er alveg svona smá erfiðu tími fyrir marga og mér finnst ég ekki vera þunglindur á eðlisfari en ég finnst núna efri árum þá svona finn ég í apríl þegar ég er að keyra æfingu klukkan 8 á kvöldin og það er ennþá bjart hvað ég hef allt í einu miklu meira orku eins og ég held að flesti finni með mars þannig ég held að ég verði smá þungur yfir veturinn með við hvað ég er á sumrin en ég ekki finna það þannig að teki ekki eftir því en svo þannig að þetta er rosalega og Íslendingar eru svolítið eins og vinir mínir til dæmis margir þeir komast ekki kannski að þegar mánudag, þriðjudag, miðvikudag, og föstudagur en í staðin fyrir bara að taka frí ef þau mögulega geta, þannig að ekki alltaf hægt að fyrir til vinnunni, en að gegja viður á miðvikudaginum, okkur ekki bara taka frí þá og vinna á laugardeginum ef það er hægt, það er ekki alltaf hægt fara í hjólaferði eitthvað eitthvað, bara gera eitthvað með börnunum eða gera eitthvað fyrir sjálfa sig eða gista úti og mæta seint í vinnuna eða eitthvað svona, þetta hefur svo mikið að segja fyrir andlega heilsu og annað og eftir þessa ferði sem ég geri með börnunum mínum og konunum minn og annað og svo náttúrulega er ég líka náttúrulega bara að vinna við þetta þannig ég er ofta að gera þetta bara með kunnum og þetta er náttúrulega núlstillir mann svo og maður verður svo endurnörður eftir þetta. Náttúran er heilandi. Já, þannig að og ég segi oft nei við ferðum þó ég segi alveg að fá velborgandi ferð ef það er kannski eitthvað sem vil bóka með stundum fyrirvara en það geggja viður langar að gera eitthvað með börnunum mínum þá segi ég bara nei því að við erum rosalega lítið fjölskyldufyrirtæki og við erum rosalega stóri, við erum búin að byggja rosalega upp í langa tíma og við höfum aldrei fengið held ég óanaðan viðskiptavin í ferð hjá okkur sem er rosalega gaman það er rosalega gaman að fara að sofa með það og okkur finnst það mun mikilvægara heldur en peningarnir sem komin á bankabókina og það er sem lætur ykkur glöð að sofa Þetta var mjög svona, fannst mér persónlegt, það var svo gaman að fá að heyra allar þessar sögur og hitta þig og pappa þinn og þú veist, gera þetta allt með ykkur. Já, takk. Þannig, og bara, svo líka eins og þið komið þið er náttúrulega vinahópur og búin að þekkjast svolítið tíma og manni leið bara svolítið, maður líður alltaf eins og maður sé partur á og ég er aldrei með einhverja fasta sögu sem ég segi, þetta er bara meira svona, leifir bara svolítið svona að flæða, ég náttúrulega segi frá aðeins okkar sögu og þannig, hvernig við erum búin að nota hverina til þess að fólk tengist aðeins betur inn í ferðina þannig að við sjáum við vitum smá hvað við erum að gera en þetta er svona meira bara svona og svo bara svona miðið við út frá hópnum hvernig hópurinn hvaða leið við förum við erum aldrei búin að ákveða spes leið eins og hjólaferðin sem við fórum í þá svona er ég með 10 mismunandi útfærslur af hjólaleiðum í þeirri ferð cirka og með 3 mismunandi baðstaði og annað og
allt út frá veðri og hópnum og við tókum held ég aðeins lengri útfæslu þegar við fórum, það var allt konur í flottu formi og til í alltaf líka formi skiptir ekki öllu, að líka andlega liðan að vera tilbúin til þess að gera hlutina. Það skiptir miklu máli líka. En bara aðeinslegt, en aftur takk fyrir og ég bara hlakka til að fylgjast áfram með ævintýrunum þínum á Instagram. Takk. Ég hef ákveðið að á næstunni mun koma út þáttur aðra hverja viku. Ég þarf aðeins að hæja á, enda var ég farin að upplifa sjálfa mig á hamstra hjólinu margumrædda. Ég var farin að taka eftir rauðum flöggum og ætla að vera góð fyrirmynd og setja heilsuna mína í fyrsta sæti og hæja aðeins á. Næsti þáttur kemur því ekki fyrir eftir 2 vikur, en ég hvet þig til þess að nýta tíman á milli til þess að hlusta á eldri þætti. Það er úr mjög mörgum áhugaverðum viðtölum að ræða og heilsumálum og það er líka máttur í endurtekningunni og stundum ennefnilega svo gott að hlusta aftur á viðtal sem er langt síðan þú hlustaðir. Við heyrum nefnilega oft allt aðra hluti en síðast. Og svo hveti ég ykkur að sjálfsögðu til þess að fylgja Heilsu Erla á Instagram og ég er einnig með Facebook-hóp sem heitir Með lífið í lúkunum hlaðvarp. En þar set ég stundum inn hver að fara að koma til mín, óska eftir spurningum eða leyfa ykkur að fylgjast aðeins með á bak við tjöldin áður en þættinir fara í loftið.